En Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Árborgar komin til mín. Hæ. Hæ. Við vinnum þetta fyrirfram. Já, það ekki alltaf þannig. Við erum alltaf sigurviss. Við myndum ekki búa hérna á þessu landi ef við værum ekki svona ótrúlega bjartsýn og heldum alltaf að við verum best. Já, það nefnilega málið. Fylgdustu með Eurovision? Ég sá hérna hluta af henni og svo horfði ég á sem sagt úrslita þáttinn. Þetta er mjög spennandi. Já. Gaman hvað okkar fólk, hrunlendingarnir, komast langt. Mjög flott. Og líka bara flott hjá RÚV, þetta er flott keppni. Já, þetta var virkilega flott. Herðu, hvað erum við að byrja? Já, á ekki bara að byrja á að minna á það að nú er Sveitarfélagið Árborg að auglýsa eftir fólki í sumarstörf. Já, það er ekki seinna vegna. Vinnuskólanum og umhverfisdeildinni. Það fer að vora, sko. Já. Þannig að það þarf að fara að huga þessu. Ég ætla að vona það. Þetta eru fjölmörg störf og vonandi fáum við bara fullt af góða fólki í þetta. Já. Það er auðvitað þannig að atvinnuástandið er mjög gott og auðvelt að fá vinnu annar staðar sem kannski tekur yfir lengri tíma eða betur borguð. Akkurat. Þannig að hérna við þurfum örgulega að hafa allar klær úti til að manna okkar störf en það hefur nú alltaf tekist. Við hefum alltaf fengið fólk í þau störf sem við hefum auglýst. Og lágmarksaldur er 22 ár? Já, þetta er svona aðeins þetta er þessi verkstjóra og flokkstjóra störf og þannig sko. Já. Og síðan eru munum við auglýsa þetta líka vinnuskólan, en það er misjæmt lágmarksaldurinn í þessu. Það er í þessu auglýsingu sem við byrtum núna, það er 17 til 22 ár. Verkstjórarnir, það er svona óskætti því að þeir séu yfir eldri. Já. Þannig að þetta er svona tækifærið þarna fyrir sumarstarf, fyrir námsfólk og fleiri. Algjörlega, en þetta er sem sagt laus til umsóknar, þessi störf. Já, þau eru laus til umsóknar og það er bara farið inn á heimasíðuna, Mín Árborg og sóttum þar. Einfalt bara. Akkurat. Og ég sé líka að Árborg er óskættu tilbúið með göngustíga. Já, það stendur til að ganga frá göngustíg meðfram Engjaveginum sem að hefur vantað stíg þar og svo er einnig verið að endurnýja gangstéttar. Já. Það er inn í þessu líka. Þannig að það er alltaf eitthvað í gangi. Sitt lítið að hverju. Já. Herru, það var mikil hátíð á þriðjudaginn síðasta þegar að verknámshúsið Hamar var það var formlega afhent, formlega opnað og afhent og allt það og þetta er mjög ánægjuleg stund. Þarna koma sveitarfélögin öll á Suðurlandi á þessu verkefni með ríkinu. Það er þannig að ríki greiðir 60% af kostnaði og sveitarfélögin 40%. Já. Og þetta er auðvitað á sér langa sögu. Já. Og ég hugsaði nú þegar ég gekk hann inn, vá hvað ég er búin að refla mikið í þessu verkefni. En loksins tókst þetta og búið að opna bygginguna. Já. En eins og ég segi, sagan er löng og sveitarfélögin byrjuðu rauninni strax eftir að íþróttahúsið Iða var byggt. Þá héldu þau bara áfram að safna í sjóð. Já. Því þau vissu það myndi koma því að þetta endurnýja þetta verknámshús. Og þau voru búin að safna vel og lengi og aldrei bólið á því að mótaðilinn, ríkissjóður, kæmi með sitt framlag. Já, það þurfti aðeins að bíða. Þannig að það var nú svona farið að hóta því að taka allt úr sjóðnum og eitthvað svona, en sem betur verið að það ekki gert. Já. Og loksins kom ríkisvaldið að borðinu og síðan gekk þetta nú bara hratt þegar að var loksins byrjað á þessu. Já. Og þetta er bara glæslegt hús og mikil lyftistöng fyrir verknámið. Og það er ýmist tækifæri þarna líka bara fyrir grunnskólana alla á Suðurlandi. Það er mikill áhugi á að koma þannig upp svona Fab Lab smiðju. Já. Og vonandi verður það að veruleika. Og þá gætu grunnskólar og fleiri. Já, þetta verður þá ekki bara fyrir framhaldsskóla? Nei, það er mikill vilji fyrir því að þetta sé svona að hafa þetta í einhverju samstarfi. Frábært. Þannig að það er alls konar tækifæri þarna. Þetta er gríðilega flott húsnæði. Já, þetta er mjög flott og vonandi bara nýtist þetta sem best. Já, ætti að gera það. Já. Maður þekkir ekki gamla Hamar þegar maður kemur þarna. Nei. Það er algjörlega búið að dulbúa hann. Já. Það ágæta hús er náttúrulega búin að standa í allmörg ár. Já. Og var komið á fótum fram. Já. Leikfélag Selfoss er að sýna núna skemmtilegt leikrit. Já, mjög skemmtilegt. Nú datta úr með Uppspunni frá rótum, já. Það er svolítið erfitt að muna þetta heiti, ég var alveg lent í því að muna þetta ekki, en ég er búin að sjá verkið. Já, hvernig listir það? Þetta er mjög skemmtilegt. Já. Og ég mæli með því, allir sem hafa gaman af að fara og hlæja svolítið. Já. Þetta er ekki farsi eða þannig, en þetta er bara skemmtilegt og fyndið og þetta er svona fjölskyldusaga og flakkað svolítið til í tíma. Og þarna er sungið líka? Það er sungið og spilað og þetta er alveg svakalega flott uppsetning. Já. Og bara mjög efnilegt og gott leikfólk sem við eigum. Já, heldur betur. Tónlistarfólk. Þannig að þú mælir með þessu. Ég hef alveg tvímælalaust.
Ég þarf að skoða þetta. Já, ég myndi segja það. Það alltaf svo tímalaus innan gæðsala, það bara að finna sér tíma sko. Já, þetta oft þannig sko, maður sér eitthvað auglýst og já, það var nú sniðugt að fara og svo fer maður ekki strax og svo bara sýningar búnar þegar maður loksins ætlar að stað. Ég mættur. Maður er að grípa gæsina. Það er ekkert öðruvísi. Það bara þannig. Annars bara gott, allt gott bara. Erum við búin að tæma pokan? Ég held það bara í bili. Ég held það. Já. Og segi bara góða helgi sem framöndan er. Takk fyrir sömuleiðis. Takk.